Ég veit ekki hvort ég vil eftir það góðu, sko. Við ættum bara ekki að fara þangað. Heyrðu eitt. Já. Við erum alltaf með kveikt á síman. Hvað verður að setja á silent? Erum alltaf með kveikt á síma? Já, svörum, sko. Já, ef hann ringir. Ok, og ég gera það líka. Það ringir aldrei neitt nými, ég fæ alls konar skilaboð bara með engum hljóðum. Já, Það mjög boring, sko. Ok. Eða þú veist, eina mannski sem ringir í með mamma. Já, mamma ringir stundum í þetta. Já, ég fer ekkert að svara henni. Hún talar alltaf í hálftíma þegar hún ringir. Og hún veit aldrei að ég er að taka upp. Ó. Mamma er mjög stuttur, sko. En hún er aðdáandi, sko. Ok. Hún horfir á þetta. Já. Hasar með grimma og snar. Hasar með grimma og snar. Heyrðu, hvað vorum við að segja? Ég veit ekki. Já, hvar lærður þú töffið? Já, einmitt. Ég held sko að töffið hafi í rauninni sem byrja sem bara svona, þú veist, hérna, eitthvað bara, ef ég brók slá, eitthvað annað, að þá vitið þið ekki hvað ég mikið deg þarna fyrir innan og látum mig í friði. Það var bara allir rættið við mig. En ég held svona síðari ára þá sem ég er búin að vera að þróa það yfir í svona opið töff. Opið töff? Já. Já. Þú veist sem er að geta verið töff en líka svona, berskjaldaður í töffinu. Einmitt. Skilurðu? Ég held að sé sko með því að skrúa niður hérna kalthæðni partin í því og einhvern svona Einmitt. eitthvað svona, þú veist, það finnast allir asnalegir partin í töffinu. Finnast allir aðrir Asnalegir. Já, þú veist að vera svona að dæma fólk og hlust. Já. Af því að maður er bara eitthvað, þú veist, eitthvað, Einmitt. þú veist, ef ég væri svona þá var allir að hlæja mér, þannig að maður er bara eitthvað, Já, hérna. Bara eitthvað salsanámskeið, bara ógeðslega eitthvað. Sem ég finnst samt ennþá pínu asnalegt. Þegar allt var asnalegt. Já. Það er hræðilegt. Já, en nú get ég haft svona húmor fyrir því að mér finnst salsanámskeið til dæmis asnaleg. Og hlegið bara að því hvað ég er asnaleg að finnast það asnalegt. Já, ég skilði. Já. Þannig að nú er búið að kjósa nýjan forseta. Þarna í framtíðarvitinu sem við erum í. Já, nei, já, einmitt. Já. Og ég aldrei þessu vant, þá var ég ekki vakandi á kosningarnótt. Nei. Og komið fyrst ég sniðum. Allavega, ég var ekki vakandi. Já. Og já, ég var að fara í verkefni daginn eftir og hvað Þórunn þú heitir Þórunn Eymundadóttir Yes. og nú ert þú sálfræðingur. Hvað finnst þér sem sálfræðingur? Já. Hvað finnst þér niðurstöður kosningar? Já. Og þetta þinn fulltrúi? Já. Myndirðu segja það? Ég myndi náttúrulega segja bara að forsetinn er okkar fulltrúi, skilur þó við höfum ekki kosið hann. Endilega. Þetta er ógeðslega diplósvar. Já. En ég ætla að koma því næst sem er náttúrulega, það er bara ákveðin svona kannski, ég veit ekki, ákveðið kannski svona vandamál sem ég held að flestir sálfræðingar glími við, sem er að við erum náttúrulega bara svo góð í að sjá allar hliðar á öllum málum. Þannig að það taka svona harða afstöðu kannski gerist minna heldur en kannski hjá sumum öðrum. En máttu segja sem sálfræðingur hvað þú hafir kosið? Ég má alltaf bara segja hvað sem er, en þú veist, ég er bara manneskja. Þannig að já, en það er náttúrulega bara svona grundstóð lýðræðislegra kosninga er að við þurfum ekki að gefa upp hvað við völdum. Og það er náttúrulega bara óbúslega mikilvægt að því að annars er svo auðvelt að hafa áhrif að það hvað við kjósum. Þannig að mitt svona tek á þetta er að okkur komi bara ekkert við hvað fólk kýr, sko. Nei. Ég
horfði á umræðunar á Stöð 2 af því ég einhvern veginn komin yfir á bylgjuna sko Akkurat. eftir svona psychedelic therapy þá gerast eitthvað í hausnum á mér mjög sérstakt en þarna ég bjóst ekki við því en svo ég horfði á Ég veit ekki hvort það sé svona meðmæli með því eða ekki, en allt í lagi. ég það er allavega það geta áttist að mjög gaggjara breytingar. Persónuleika breytingar. Persónuleika breytingar nokkuð. Já. Svo ég veit ekki hversu gott það var. Ok. En það er bara áhugavert. Það er bara, ég meina, líka bara gott að gera eitthvað nýtt. Já. Þú veist, maður er orðin 50 ára og Ég veit það. akkur að halda Bara, allt ég veit það. af með rúf. Sammála. Akkur ekki að breyta. Akkur ekki að breyta. Og já, þá ákvæði mig. Ég ákvæði mig þá. En nú erum við komið fórseta og ég held að öllum sé, það er öllum þokkilega sama núna. Já. Ég Það er veit allir ekki. bara já, Skiptir þetta ógeðslega máli, sko. sáttir við þessa forsstýru. En þú ert líka myndlistakall, eða ekki? Jú, akkurat. Ég var að hugsa. Þú veist, þetta er alltaf svona, ertu myndlistamaður, myndlistakona, ég ætla að vera myndlistakall. Já. Við kynnumst einhvern veginn í gegnum myndlistina fyrir Rétt. way back. Og og svo tókstu svona uppeyju og fórst í... Já, akkurat, uppeyju. Ég sko, já, ég upplýði það alltaf ekki sem einmitt uppeyju, þetta er ekki uppeyju. Mér finnst þetta að vera meira svona bara level up eða eitthvað, skilur, eitthvað svona viðbót eða Já, þannig. einmitt. Mér finnst ég vera að gera alveg sama eiginlega, sko, bara í öðru svona setting og aðferðir og eitthvað þannig en í grunninn bara er eitthvað svona umbreyting. Umbreyting, Já. einmitt, sköpun. Sköpun, að vera einhvern veginn að eitthvað svona skilja einhver munstur og tempó og einhvern veginn að eitthvað svona vera svona facilitator svolítið, þú veist, að svona einhvern veginn að vera bara eins og svona sá sem að einhvern veginn kemur einhvern veginn hreyfingunni af stað þannig að umbreytingin sem að liggur einhvern veginn í efniviðnum fær einhvern veginn að eiga sér stað og út kemur eitthvað nýtt sem var ekki fyrir sjálflegt. Og það er óslega flott skilgreining. Og þá líka þegar þú veist, fólk næra umbreytast að þá náttúrulega breytist eitthvað í efnisheiminu líka. Ég held ég að fatta núna að mér alltaf finnst kannski að vinna á óefnislegu svæði en það er ekkert þannig. Það kemur allt inn í efni sem gerist nú heimspekilega. Já, sko í jóga heimspekinni Já, þú þekkir það líka svolítið verið að pæla í. Þar er sko efnisheimurinn skilgreindur aðeins öðru sig heldur en við gerum hérna á Vesturlöndum. Tell me about it. Já, og þar eru sko tilfinningar og hugsanir í rauninni skilgreindar með efnisheiminum. Að því að þær eru eitthvað pródúkt sem að kemur út úr einhverjum þú veist, lífrænum ferlum. Vá. Þannig að þú veist, þessi skil á milli þess sem er efnisheimurinn og hins svona óefnislega eru kannski ekkert þú veist þar sem við höldum þau séu eða óbúslega skýr og mér finnst svolítið spennandi þú veist, það sem að maður veit í bara gegnum hverju svona rannsóknir í sálfræði er að þú veist, tilfinningarnar okkar hafa til dæmis geta haft mjög afgerandi áhrif á líkamann sem að við getum allir verið sammála um að er efni og ég meina fólk sem að þú veist, situr fast í gremju og reiði til dæmis
árum saman. Það með mjög aukna líkur á að þróa með sér til dæmis bara hjarta- og æðasjúkdóma. Þú veist, það hættulegra að sitja fastur í gremju og reiði heldur en að reykja til dæmis, bara fyrir sko líkamlega heilsu. Þannig að ef að tilfinningarnar okkar geta haft afgerandi áhrif á okkur bara sem svona efnis veru, skilur á efnið. Ég veit ekki hvað þessi skil liggja þá, sko. Þetta ógeðslega flott pæling. Já. Þá virkar sígrætt. Það ekki. Ég meina, þú veist, ég var alveg svona verið alveg trúa því mjög sterkt og síðan afneitaði og svo aftur eitthvað. Ég veit ekki alveg, þú veist, það kannski að búa svona eitthvað, það eitthvað svona niðursuða kannski. En þú veist, við klárlega manifestum veruleikan okkar í gegnum það hvað við gerum við tilfinningarnar okkar og hvað við erum að gera í hugsununum okkar. Það hefur bara, og svo aftur afgerandi áhrif á hegðunina okkar og við erum náttúrulega bara, þú veist, mannveran fyrst og fremst tengslavera. Allar okkar veruleiki gengur út á að vera í tengslum við okkur sjálf og við annað fólk. Og það hvað við gefum út frá okkur, það við hverju við búumst eða búumst ekki frá okkur sjálfum og öðrum, það hefur bara afgerandi áhrif á það hvað gerist. Og líka sko það hefur afgerandi áhrif hvað við sjáum líka, af því við getum verið að greina óvinnveitt andlit þegar þau eru öll vinnveitt og þú veist, til dæmis þetta þekkir svo mikið í hérna áfalla, þetta svo mikið áfallafræðin, þú veist, þegar amygdalan á okkur óuspinni, sko. Við erum bara í, þú veist, bara virkiðu svona varnarviðbragði og þegar við erum þar, þá erum við bara alltaf einhvern veginn að kíkja eftir öllum ljónanum sem að getur drepið okkur og sjáum ekki, þú veist, þarna, allt þetta góða. Mér finnst oft fínt, ég hugsa það er svona eins og að lífið þetta eitthvað svona svið, þú veist, og það alls konar á því, en þú ert einhvern veginn, það er búið að slökkva ljósin og þú ert bara með svona pínulítið svona spotlight og þú ert alltaf að, þú veist, beina því á þetta sem er hættulegt og þá einhvern veginn upplifir að veruleikiðin sé hættulegur eða þér óvinnveittur eða enginn þolið þig eða allir séu reiði við þig eða eitthvað og svo, þú veist, ef það myndi kveikja ljósin þá sæir að þetta er bara ekki, þú veist, þetta er brota af heildinni og í samhengi að þá hefur þetta alltaf merkingu. Líka bara að sé að koma heimsendir og ég var á grísku eyjunum og ég var að hugsa er fólk trúir í virkilega AI sé að fara að taka yfir heiminn. Þú veist, þetta er svo mikið þú veist, þetta er svo rosalega mikið rugl. Akkurat. Þú veist, ég veit ekki, sko. Ég sá þetta, ég veit ekki af hverju ég sá þetta svona skýrt þar. Ég veist það sé rétt, sko. Ég var að eiga það sem voru engi bílar. Bílar voru bannaði, sko. Ok. Og hérna, ég bara, vá, og fólk er bara trúir þessu að AI sé bara að fara að taka og er það þess vegna sem að bílarnir eru bannaðir, eða? Nei, það er bara einhver hefð. Okay. En þú veist, það var bara aldrei verið leiðið bílar á eyjunni. Nei. Og þetta er bara stórkostlega eyja af því að það er ekki bílar. Þó ég elski bíla og þú veist, það myndi alltaf vera að keyra. En þá einhvern veginn er maður bara, ok, AI er að fara að taka þér heiminn. Nei. Akkurat. Við náttúrulega bara, þú veist, það er ekkert erfitt að sannfæra okkur alls konar hluti og þú veist, það er ekkert erfitt heldur að koma inn einhverjum hugmyndum hjá okkur að alls konar hlutir hafi gerst sem hafi ekki gerst og þú veist, það er svo auðvelt að plata heilan. Ég hugsa líka, ég veit ekki, ég náttúrulega bara, þú veist, alltaf að hugsa í einhverju svona
míkrósamhengi, skilur, þú veist, þetta eitthvað svona heimurinn bara eitthvað og heldur eitthvað og þú veist, og þá fyrir ég einhvern veginn bara eitthvað, já, ok, þú veist, ef ég hugsa bara fjölskyldur, til dæmis, þú veist, bara ef þú elst upp í fjölskyldu það sem óbúslega mikið óheilbrigði, óheilbrigð tengsl, alls konar eitthvað, skilur þegar þú ert orðin fullorðinn, þú veist ekkert endilega að þetta var óheilbrigt þetta bara sannleikurinn þetta það sem rétt og ég myndi segja kannski bara í vinnunni minni og ég bara vinn rosa mikið með að hjálpa fólki að endur skilgreina fortíðina sína til þess að átta sig á því að aðstæðnar sem að það taldi vera eðlilegar, svona heimurinn að það representera ekki eitthvað sem að kannski ég veit ekki hvort það sé eitthvað svona eðlilegt eða rétt, eða þú veist, ég held að sé ekki til kannski endilega einhver svona absolút sannleikur, sko en þú veist, það er alveg svona magna þegar það einhvern veginn bara fólk átta sig á því bara já, vá, þú veist, einhvern veginn það var ekki ég sem að var þú veist bara svona rosalega óalandi og óferjandi, skilur það var eitthvað í gangi sem að gera það verkum að mér leiði svona og ég var barn, þau voru fullorðin og skilur allir þessi og ég held að þessi eiginlega bara svona sama og í þessu stóra samhengi þú veist að það einhvern veginn bara að vera að segja okkur alls konar einhverja hluti og við erum náttúrulega bara einhver peð og vitum ekki neitt og það einhver stjórnvöld og einhverju vísindamenn og eitthvað bla bla skilur og það magnast upp einhver svona frásögn bara, þú veist, bara hvað þetta að fara að gerast og heimurinn svona og þú veist bara, gervigreitin að fara að taka yfir líf okkar og eitthvað svona og við höfum eitthvað forsendur, þú veist, við erum eitthvað svo mikið svona barnið í þessu, við höfum eitthvað forsendur til þess að vita endla alveg hvað satt og logið, eða hvað rétt, eða hvað svo hættulegt þetta í rauninni. Og hvort það mat sér rétt. Já, og hvort þetta mat sér rétt. Við tökum þetta bara inn sem bara oh my god, þú veist, þetta bara að gerast? Og eftir því sem að við erum meira inn í svona einhverju búblu sem við fáum bara ógeðslega mikið af þessum upplýsingum, þeim mun meira verða það einhvern veginn bara veruleikinn. Þegar þú segir mér samt eitt í þessu sem ég fer alltaf mánaðarlega að reyna að fara komast á það Helgi Garðar geðlæknir með upp í Lífsbyggifélagi það fari í sumafrí ég fór í gær, það á hverjum 50 degi á 4 vikna fresti byrjar aftur í september þá tekið eitt ævintýri og það allt lesið eins og þetta gerist innra með aðalpersonu ævintýrisins. Þetta hennar sæki. Já. Og þetta þroskasaga hennar. Já. Og það sem virðist vera, þú veist, og þessi ævintýri kom upp úr myndheiminum, þú veist, á undan tungumálinu eiginlega, ég á svo erfitt með að lýsa þessu ég vildi geti fengið Helga Garðaringa en allavega að þá þetta þroskasagan og og allt sem gerist í ævintýrinu innra með henni og allt hjálplegt Akkurat allt ok, það að horfa á söguna utanfrá, ok, það einhver vondustjóparn og eitthvað vondusysturnar og svo í Garðabrúðu þá vondarnornin og allt þetta og þetta lítur allt mjög hræðilega út, þú veist, sviðið, sko en síðan á endanum ef manneskjan nær að einhvern veginn integrera þetta allt eða sjá þetta allt sem speglun af innra sækiki þá nær hún þroska í gegnum þetta ég ekki mæla með því að það séu þú veist alltaf eitthvað svona dysfunctional fjölskyldur eða fólk þurfa að lenda í eitthvað hræðilegum áföllum en það samt svo mikið gull í þessum potti Akkurat. Veist, sko, já. Að það sem var óhjálplegt verður hjálplegt á endanum til að manneskja nái að þroskast.
akkurat. Það svona innihald, allavega hvernig maður skoða þessa ævintýri og þetta svona jungísk leið til að skoða ævintýri. Þetta sko bara, minnst eiginlega bara svolítið spennandi að þið séu að gera þetta. Þetta eiginlega bara svona sama og Það geta allir komið, sko. Þú getur komið og allir. Já, ég á svona jógapappa. Já. Jógapappa? Já. Pappi í jóga? Það ekki pappi minn, nei. Nú, jógapappa annar. Já, ok, það annar pappi. Já, ok. Sem að bara stórkostleg mannvera og hann kennari og allt sem að ég veit þessa jógaheimspeki hef ég svolítið lært í gegnum hann. Og hann gera þetta rosalega mikið. Hann nota sko, og það eiginlega hrikalega fyndið, en mjög skemmtilegt líka, að nota sko líka bara svona samtíma, þú veist, bara þú veist, Star Wars og Hringadróttinsögu og bara, þú veist, ævintýri. Sem svona kennslutæki til þess að fara, þú veist, ofan í þetta, skilja þetta svona ferðalag sálarinnar til þessa í rauninni að til vaxtar og þroska og brjóta af sér einhvern veginn hlekki, þú veist, sársöka og efnisins og einhvern veginn á endanum og náttúrulega í jógavísindunum, þú veist, erum við að tala að við erum að vinna okkur í einhverjum levelum upp í það að þurfa ekki að endurfæðast, þú veist, það náttúrulega bara, það svo stór partur af þeim heimi og ég veit ekki, ég svolítið bara svona eitthvað, hvað veit maður? Það mitt svona motto í lífinu, bara hvað veit maður? Bara þetta, þú veist. En þú veist, þarna sé ég rosa mikið, það rosa mikið samhljómur þarna á milli þessa heims og svo sálfræðirinnar, þar sem öllu hjarbundnari, þar sem við erum samt sko að í rauninni rosa mikið að hjálpa fólki að vinna úr sársöka og erfiðri reynslu sem að bera í sig sársöka til þess að geta levelað svona upp í sjálfu sér, til þess að geta sleppt tökum á einhverju og tekið þá með sér út úr því þú veist, ég veit ekki hvort það reynslan sjálf síðanlega máli, en þú veist, í gegnum þetta að þá kemst fólk á einhvern svona stað þar sem það kemst miklu nær sjálfum sér, kemst miklu nær því að vera bara ég veit ekki, mér langar að segja bara svona, kannski svona heilir einstaklingar eða einhvern veginn svona hreinni útgáfa af sér, kasta af sér alls konar frjálsari útgáfa af sér sem að alveg þetta sama, skilur við, þú veist, þetta þetta þarna, en þú veist, ég veit ekki og kannski bara því að ég sálfræðingur og vinn með fólki sem hefur lent í alls konar, þá veist mér náttúrulega ógeðslega mikilvægt samt að fara ekki á annan stað að vera að tala einhvern veginn að þú veist, öll áföll séu blessun eða eitthvað svoleiðis, því þau eru þannig ekki, þau eru bara hræðileg og bara verulega hræðileg og ofboðslega sársauki og bara það væri algjörlega frábært ef fólk getur komist í lífi að þess að þurfa að gangi í gegnum margt af því sem að fólk að gangi í gegnum, en þegar að fólki tekst að vinna sig í gegnum það, að þá yfirleitt sko situr það með eitthvað gull í höndunum sem að í rauninni hefði kannski ekki verið hægt að finna á annan hátt. Ég veit að ég svolítið einhverju mótsögnin en við sjálfum. Nei, ég meina þetta bara þessi Jungsa, þessi alkemía, sko. Já. Þessi alkemía. Akkurat. Já. Ógeðslega alvarlegt. Já, þetta Hazard-þáttur. Mjög alvarlegur þáttur heima. Ég heiti Ingibjörg Magnúsdóttir og hjá mér Þórunn Eymundadóttir og þú getur líka, ef þú ert að horfa á okkur á YouTube og ert að fara út í bíl, getur þú stilt á 81,9 og hlustað á okkur í útvarpinu. Ég samt man aldrei, ég held að sé 81,9 og við erum öllum 89,1. Jú, 89,1 segir tæknimaðurinn, tæknistýran Laufey, 89,1, ok. Þá getur þú svissað þangað yfir og haldið áfram að hlusta á Grimma og Snar. Við erum líka á sjónvarpi Símans, svo á Rás 5
og þar getur þú séð okkur á stórt sjónvarp, þá getur þú séð okkur á stórum skjá. Getur séð okkur mjög vel. Séð okkur mjög vel. En þarna, já, það var svo áhugavert í gær, þá vorum við að fara í þarna ævintýri Garðabrúða og það er eitthvað svona tengslarof og þá Garðar Helgi að segja að sko fyrsta tilfinningi sem fæðust með er reiði. Það er svo tilfinning sem komið með inn í heiminn. Hann var að vitna ykkur alls konar og hérna að því að það er sem sagt, það eru sem sagt það eru varnarviðbrögð hvað var það? Sko það eru varnarviðbrögðin sem koma áður en égið kemur. Já, og tilfinningi sem við komum með inn í heiminni reiði. Það er mjög magna að heyra þetta. Já, akkurat. Og þetta er kannski svo tilfinning sem við erum mjög erfitt með. Þú veist, og hérna, og samt svolítið svona mikið lífskraftur en, þú veist, og getur farið í allar áttir að vera alveg, þú veist. Ég held sko að reiði sé bara alltaf svona miskilin tilfinning. Já. Við náttúrulega, ég held sko þegar við hugsum reiði þá sjáum við yfirleitt fyrir okkur sko stjórnlausa reiði. Einmitt. Og hún náttúrulega bara eitthvað svona eyðingamáttur og sjaldnast gagleg nema mögulega, þú veist, í bara einhverjum svona akúta aðstæðum þar sem þú ert bara í alvörunni að bjarga þér frá ljóni, skilurðu. Og þú veist, ég vinn náttúrulega bara mjög mikið með reiði og hérna í ýmist að hjálpa fólki að ná tökum á því að fara ekki stjórnlausa reiði eða hjálpa fólki að leyfa sér að vera reitt. En sko reiði eins og bara allar tilfinningar er í rauninni hvorki góð né vond, skilur. Hún er bara eitthvað sem að við þurfum að hafa inn í þarna vopnabúrun okkar til þess að lifa af í heiminum. Og mér finnst það svo gott að hugsa bara tilfinningar eins og einhvern svona voljumtakka, skilur. Og þú veist, ég tala oft að það sé svona, þú veist, með einhvern svona frá 1 upp í 100 og þú veist, fyrstu 10 stigin, desibelina, ég veit ekki desibel, fyrstu 10 stigin, þú veist, þú heyrir þau eiginlega ekki. Þú veist, þú nærð ekki að registrera, það er eitthvað að gerast í tilfinningunum mínum. Það er samt að gerast, þú bara nærð ekki að registrera og efstu 10 eru stjórnlaus. Þá er bara framheilin dottin út og þú ert bara í einhverju svona pjúra brjálæði. Allt þar á milli, þú veist, sem eru þá 8-10 stig, skilurðu, þau eru bara fín, skilurðu, þau eru bara allt í lagi, þú ert ekki með neitt, þú ert að skynja þessa tilfinningu og þú veist, tilgangur allra tilfinninga er í rauninni að hjálpa okkur að skilgreina veruleikan okkar í bara, einhverjum og sérlega kannski bara í tengslum, þú veist, að því þær eru að segja okkur bara rosa einfalt sagt bara á ég að fara nær eða fjær, vil ég meira af þessu eða minna af þessu, er þetta gott fyrir mig eða vont fyrir mig. Og reiði sem tilfinning er dálítið tilfinningin sem segir svona hér er eitthvað að gerast sem ég þarf að passa mig á, ég þarf að veita því einhver athygli og mér finnst rosa gott að tala reiði sem í rauninni tilfinningi sem hjálpar okkur að setja mörk fyrir okkur sjálf. Hún hjálpar okkur að vita að það er eitthvað að gerast sem er ekki gott fyrir okkur ef við viljum ekki og hún er sko powerið sem að við höfum til þess að segja það skýrt. En að segja það skýrt, það getur verið að vera bara óbúslega ákveðin. Að segja það skýrt getur verið að finna bara hugrekki til þess að berskjalda okkur og segja, þú veist, þegar þú sagðir þetta þannig við mig áðan, mér finnst það rosalega sárt. Bara ég þarf að því að halda að, þú veist, þegar við tölum saman að þá sé ekki notu svona orð, skilur. Grunntónnin í því sem þú ert að gera þarna, þú ert að nota þessa reiði tilfinningu, skilur, en þarna ertu kannski bara í 13 eða eitthvað, skilur, á sem slættir þarna. Þannig að það sem að þú sérð, skilur, þegar ég gera þetta er ekki að ég sé reið, en ég myndi eiginlega ekki geta þetta ef ég væri ekki með þessa
vá, þú veist, þetta og nú þarf ég að passa mig og ég ætla ekki að passa mig með því að fara hérna bara í að þú veist, hérna ger ekki neitt, fara inn í þögnina, þú veist, fara í eitthvað svona frís, ég ætla ekki að passa mig með því að bara láta eins og það hef ekki gerst og fara bara að gera eitthvað annað, skilur auðvitað, flýja bara frá þessu og ég ætla heldur ekki að passa mig með því að fara að vera bara ógeðslega næs við þig, ætla að reyna að gera þig betri, skilur auðvitað, sem er hérna hinn varnaviðbröðun okkar, heldur ætla ég að fara inn í bara eitthvað, ég þarf að passa mig, nú ætla ég að passa mig og ég nota reiðin ætla að passa mig. Stjórnlausa reiðin er svo oft það sem að gerist hjá okkur vegna þess að við skiljum ekki allar hinar tilfinningarnar sem eru að koma upp. Við skiljum ekki alveg af hverju við erum að upplifa þessa tilfinningu. Við vitum jáfnvel ekki að við megum setja skýr mörk fyrir okkur. Þú veist, óbúslega Martin getur leiðið þarna baki, að þá höfum við rauninni bara aðgang að því að springa. Mér langar aðeins að stoppa það, af því að mér er svo flott hvað þú segir, þú veist, að það kemur inn á sko tröstið og tengslin að geta þú veist, og ef maður treystir ekki og ef maður, þú veist, óttast tengst að þá getur maður ekki þú veist, sagt þetta rólega eða komið þessu til skila bara mér líður svona þegar þú segir þetta og þessi gert á einhverjum svona 30, 40 átjárni svo Akkurat, af því það er einhvern veginn, hér er eitthvað að gerast, ég finna það óþægilt og það er náttúrulega, þú veist, við erum sjaldnast að upplifa bara eina tilfinningu, við erum yfirleitt að upplifa einhvers konar, þú veist, hérna, einhvern svona graut og, þú veist, þegar einhver er óbúslega leiðilegur við okkur, þá verðum við náttúrulega sár og okkur líður illa, það er óbúslega vondir einhver er leiðilegur við okkur og ef við erum með einhver tengsla sár og eitthvað gamalt í bakpokunum okkar sem að við vitum kannski ekki eins svona erðar eða hvað það er ef við höfum aldrei náða að skilgreina það að þá koma upp í að fylg alls konar aðrar tilfinningar eins og skömm eða vanmáttur og oft kemur upp alveg rosalega mikill ótti við, þú veist, bara nú er eitthvað að og ég veit ekkert hvað ég á að gera, ég veit ekki hvað ég má gera, ég er rosalega hrædd að nú sé ég að fara að missa þessa mannesku, mér verið hafnað eða eitthvað og þá kemur oft sko tilfinninga viðbrað sem er í rauninni viðbrað, þá erum við að tala um svona annarstigs tilfinningu, viðbrað við þeirri tilfinningu og þá erum við oft komin í eitthvað viðbrað sem er bara líka rosalega ópassandi skilur, að því að við erum í rauninni ekki að bregðast við þarna einhverjum sem var dálítið ónærgetinn við okkur, við erum að bregðast kannski við einhverju sem var miklu verra í einhverjum aðstæðum þar sem við vorum algjörlega hjálparlösa því við vorum bara pínu lítil skilur og þá er ofsinn orðið svo mikill í þessari tilfinningu og þá verður viðbragðið samsvarandi og við erum farin að stjórnast bara af þarna neðri hæðunum í heilanum sem að við höfum engan svona vitsmannalega aðgang að í rauninni þannig að já, ég veit ekki alveg hvert ég er að fara með þetta en hann talaði líka og þetta er svona fest hérna, hvað Helgi Garðar var að tala í gær, þá sagði hann að ef eitthvað frá fæðingu til svona 30 ára þú veist, þá eru tilfinningarna bara endalausar af því það er ekkert ég komið inn þá bara gráturinn endalaus, reiðin endalaus og ef það er engin sem hérna kemur og er eitthvað container eða eitthvað svona hvað segir maður þú veist, eitthvað sem heldur utan eitthvað sem heldur utan að þá þú veist, er fólk þarf það að fara að búa til hana container sjálf bara seinna í lífinu þú veist, að því þetta er svo yfirdrifna tilfinningar akkurat og það er enginn komið og kent sem að setja að reguleita akkurat, þannig að þarna sem að kannski svona alvarlegustu sárin í tilfinninga og tengslakerfinu einhvern veginn verða til og kannski sérstaklega bara vegna þess að það er rosalega erfitt að finna þau að því fólk mani þetta ekkert og þarna gerist þetta og það getur náttúrulega gerst líka síðar skiluru og ég vil náttúrulega ef þetta byrja svona þá heldur það líka áfram að þú veist það eru bannaða tilfinningar og já, einmitt og þú veist, ég veit ekki, mér er svolítið fallegt að hugsa þetta eins og þú veist já, því foreldrarnir er ekki eftir að geta mætt seinna heldur, já, þú veist og bannaðar tilfinningar geta verið reiðin og það getur líka verið bannað bara að gráta til dæmis, þú veist, bara ég græt og það kemur enginn þá hætti ég bara að gráta
en það er samt alveg jafn hátt sko streitu viðbragði í gangi. Þú veist, það bara er ekki tjáð og bara mjög mikið að fullorðnu fólki sem er þarna. Já. En mér finnst þetta sérstaklega áhugavert að við fæðumst með reiðina. Ég held að þetta, og svona persónulega, ég held að þetta er svo tilfinning sem ég er svona, þú veist, já, einhvern veginn átt erfitt með að treysta fólki fyrir og bælt alveg ógeðslega mikið. Já. Og og það kemur í baki á manni, þú veist. Algjörlega. Já. Það gerist Ég það held, þú veist, og að því að, já, og skrítið að maður hafi ekki átt að segja á hversu reiður maður er, sko, hversu reið ég er. Akkurat. Og það er svona einhvern veginn, já, ætli maður hafi ekki tekið eitthvað svona afstöðu til tilfinningarnar. Fyndist hún bara, þú veist, mér þótti bara þegar fólk misti stjórnarskapið sem mér þótti það bara fyrirlitlega. Ég bara, það ég gæti bara frist og verið bara ísköld. Það er náttúrulega eitthvað sem við tölum stundum með kaldareiði. Já, það, ég held að ég leita í það og fundist ég vera ósla yfir. Já, en hún er líka mjög hættuleg. Þú veist, úr með sömu í rauninu stjórnleysi, það er bara ekki svona mikið læti. Og hún á þess að til að allt í hennu springa. Einmitt. En sko, akkurat, ég meina sambandi okkar við reiði kemur náttúrulega oft í veg fyrir að við megum hafa þessa tilfinningu líka. Ef að við upplifum það er einhver, þú veist, opaslega reiður alltaf í kringum okkur þegar við erum börn sem veldur okkur ótta og gera það verkum að við lærum að það eru bannaða tilfinningar innra með okkur sjálfu, við megum ekki biðja um hjálp, við megum ekki gráta, við megum ekki alls konar eitthvað. Að það þýðir líka innra með okkur eru búin að registrera eitthvað með að reiði bara opaslega hættuleg. Þannig að þegar við skynjum þessa tilfinningu innra með okkur sjálfum, að þá verðum við svo hrætt við hana og sjáum hann í rauninni kannski sem sko að það sé eitthvað að okkur að vera með þessa tilfinningu og okkar hlutverk sé einhvern veginn að losa okkur bara við þessa tilfinningu á þess að nokkur fá að verðina var, en þegar við gerum það þá erum við orðin alveg rosalega útsett fyrir því að það sé verið að fara við mörkin okkar á einhvern nátt, að við setjum föst í einhverjum aðstæðum sem er ekki góður fyrir okkur. Þú veist, við getum ekki passað okkur sjálf ef við leyfum okkur ekki að hafa hlusta á hana og skilja hana og nota náttúrulega að leysa okkur í því hvað við þurfum að gera fyrir okkur. Þú veist, það er rosalega gott að heyra þið vera að segja að þetta er svona, þú veist, það þarf að, þetta er svona tilfinning sem þarf að mynda að tala bara á mjög svona vitrannan, þú veist, eins og þig, þú veist, þú skilur, þú veist ósla mikið reiði. Mér veist ekki við það neitt, sko. Ég er bara eitthvað. Já, akkurat, það er mikilvægt, sko. En og þú veist, maður getur orðið þunglyndur að því að bæla reiði, held ég. Mjög þunglyndur. Sko, maður er bara, þegar maður er að bæla tilfinningar, þegar maður er ekki að leyfa sér að einhvern veginn að taka eftir því að þær eru þarna, sita með þeim, hlusta á þær, skilja hvað þær þurfa og að bregðast við á þann hátt sem er gagnlegur fyrir mann sjálfan út frá þessum tilfinningum, að þá er maður í rauninni að sko hafna bara hlutum af sjálfum sér. Og þú veist, það er náttúrulega bara óbúslega þú veist, ég fel bara skaðlegt fyrir mann, en allavega, þú veist, gerði rosalega mikið bara geturum hans til þess að vera einhvern veginn pillilega lifandi. Þannig að ég veit það ekki, ég er náttúrulega bara með þetta á heilanum. Mér finnst bara það mikilvægasta í heiminum að við megum hafa tilfinningar og við þurfum að þola þær og skilja þær, og þegar þær eru stórar og þungar þá þurfum við að fá að vinna úr þeim og við þurfum að setja þær í samhengi og við þurfum að átta okkur á því hvernig það sem er að gerast innra með okkur í dag
sko í einhverju samhengi við bara sögun okkar og það sem við höfum gengið í gegnum og einhvers staðar urðu þessar svona stillingar í tilfinningakerfin okkar allar til og bara við þurfum að fara þangað og aðeins bara skoða okkur og pæli bara ábyrta hvað var að gerast eiginlega þarna þegar að ég var einmitt ekki fær að vera einhvern veginn að halda utan um minni eigin tilfinningar og það voru einhverju aðri sem höfðu það hlutverk. Hvernig voru þau að gera það? Hvað gerðist þá í mér? Hvað hjálpar það mér að skilja okkur ég upplifa hluti eins og ég upplifa það í dag? Ok, þá get ég haft meiri skilning og samúð með sjálfur mér og kannski frekar þora að sita bara með þessum tilfinningum í staðan fyrir að fara alltaf í einhvern svona reflex sem gengur út á hlaupburtu frá tilfinningun eða tjá hana stjórnlaust eða dömpina aðra eða þú veist, allt þetta ógaglega sem við erum alltaf að gera. Þetta er svona, já, þetta er og einmitt þetta að sko, já, að reiðmanneskja sama sem vondmanneskja. Já, akkurat. Og þú veist, það þykir ekki fínt, sko. Nei, akkurat. Þannig erum við alltaf að hugsa sko stjórnlausu reiðina. Já. Já, líka bara, þú veist, alls konar reiði, þú veist, passive aggressive, mini aggressions, allt þetta, allt svona allar afleiður, þú veist, hvernig hún særir aðra, sko. Já, akkurat. Þetta ekki heilbrigða reiðin. Nei. Þú veist, þetta þú í varnar viðbragðinu þínu að einhvern veginn dömpa á aðra og valda sársauka. Reiði þarf ekki endilega að vera þannig. Ég meina, skilurðu, ef að ég veit það ekki, skilur, við búum bara til eitthvað svona dramatískt dæmi, skilur, þú kemst að því að maðurinn hefur haldið fram hjá þér, skilur, bara já, það er bara mjög eðlilegt að þú verðir reið, skilur, og þú mátt alveg æpa aðeins og gráta og vera reið og jafnvel einhvern veginn, þú veist, ég veit ekki, rífa brúðkaupsmyndina af ykkur eða eitthvað, skilur, af því að þú ert bara eitthvað, hei, skilur, bara þú meiddi mig, þú mátt það ekki, skilur það er ekkert óeðlilegt við þetta þú mátt alltaf ekki fara að henda dótið kannski í hann og meiðan, skilur en þetta er bara heilbrigt viðbragð, þú ert að sita þannig bara rosa skýrt bara eitthvað, nú ætla ég að passa mig og ég ætla að passa mig með því að sína bara þennan trillta sársauka í brjáluð bara hvað er að þér, hvernig getur þú komið svona fram með mig þessi, skilur þetta er allt í lagi bara að má þetta, skilur þetta er kannski svona, þetta er komin upp í svona miklu hærra stig heldur en þarna áðan þegar ég var að vera einhvern veginn nota ákveðnina mína til að hjálpa mér að brjótast gegnum óttan við að berskjalda mig skilurðu, en það er samt ákveðnin sem að fleiti mér þangað skilurðu, sama tilfinningin til að brjótast gegnum óttana því að sko, þú veist, yfirleitt er bara það eru opaslega fáir sem finnst bara ekkert mál að berskjalda sig þegar þeim líður ekki vel þú veist, það er erfitt og fyrir marga er það svo erfitt að það er óyfirstíganlegt og þess að gera þér eitthvað annað í staðinn farin í þögn eða eitthvað en þessi tilfinning, hérna var eitthvað að gera sem var glata fyrir mig og ég verði einhvern veginn að passa mig þannig að þú ætla að nota, þú veist, þessa láttstiltu reiði til þess að fleita mér í gegnum óttan við að gera það sem er rétt fyrir mig sem maður segja bara upp átt þegar þú gera þetta, þá var það vont fyrir mig og ég vil það ekki og þú getur sagt það bara mjög rólega en þú ert samt að nota þessar tilfinningar þannig að, þú veist, þetta er svona að sé ykkur endin á þessu sem er kannski svona heilbrigða reiði en reiðin hefur náttúrulega bara á sig mjög slæmt orð en síðan líka, þú veist, þetta er eins og þetta sé svona tveir þú veist, pólar þetta er þessi aktíva reiði og svo er þessi passíva reiði og hérna þetta er náttúrulega lík bæði mjög óheilbrið, kannski óheilbrið mér svo leðilegt að tala heilbrið og óheilbrið mér finnst það eitthvað svona þú veist, það er engin heilbriður og það er engin þú veist, þetta er ekki, mér finnst þetta svo mikið fyrirlitning á manninum sko akkurat af því að það er allir bara að þroskast og eitthvað neginn er að skriða ekki en sko, ef við ekki bara segja fyrir eitthvað ógagleg jú, af því þetta er svo ógaglegt af því þetta veldur bara sársauka en getur verið gaglegt líka síðan er líka hinn hliðin heldur ekki að trillast getur verið gaglegt sko það er gaglegt ef þú ert í alvöru að berjast úr ljón skilurðu
einhver ræðst á þig Einmitt. og þú bara trillist og það bjarga lífiðinu og hann var glóðurega skilurðu, og brotnar honum mitt puttað eða eitthvað, skilurðu. Það er þessi aktífa reiði góð. Þú veist, það er allt í lagi. Hún, þarna, þú veist, svona passive-aggressive og svoleiðis, það er aldrei gott held ég. En það er bara sama, samt? Það er bara svona Nei, sko, já, ekki eins og ég sé þetta, sko. Eða svona hinn Nei, ég held ekki, sko, vegna þess að þessi svona passiva, það sem þú ert eitthvað svona að senda pílur og eitthvað svoleiðis, þú ert ekkert að segja það sem þú þarft að vera að segja. Nei, þú ert bara með eitthvað, þú veist, eitthvað sásöka og gremju inn í þér sem þú veist ekkert hvað að gera við og það verður til þess að þú veist að senda alls konar svona pillur og ég vil á okkar fólk sem hefur ekki gert neitt, skiluru. Þú veist, þar ertu bara með eitthvað svona, ég veit ekki, heimilislausa reiði, kannski frekar, skiluru. Það sem er ekki vita hvaðan hún kemur veist, og bæði kannski er heimilislausa reiði, þú veist, ef þú ert að missa þig, þú veist, og það er óslega svona í óslega skrýtnum aðstæðum eða bara skrýtnum aðstæðum, hvað getur maður sagt, þú veist, það sem óviðeigandi óviðeigandi eða þú veist ef örnin er að horfa á þetta þá er það svona, býttu nú við, þú veist, þetta kast út af þessu, þetta er svona við, bara, ég helli hérna niður vatninu þín og þú öskrar og hendur þessum lampa hérna eitthvað í hörðina, skiluru. Akkurat. Þar getur maður hortu á þetta frá að vera bara eitthvað, hvað er að gerast hjá þessari konu? Skiluru. Og ég er komin alveg bara hérna. Og ég bara, þú kemur ekki aftur inn að þátt. Akkurat. Þarna er ég ekki, þarna er, þú veist, ef ég myndi gera þetta, þá væri, þú veist, reiði mín sem á rætur í, þú veist, einhverju áfalli eða einhverju shiti, þá er hún að koma út svona hér og líka, þetta eru báðar eru heimilislausar. Já, akkurat, báðar eru, það er alveg rétt, þær eru báðar heimilislausar. Í þessum aðstæðum, það er rétt, það er bæði heimilislaust. Þetta sem við vorum að tala með áða með að bjarga sér þarna þegar einhver ræðst á þig og hann fær glóðurauga og brotin putta, það er ekki heimilislaust, það er viðeigandi, en það er engin framheili með í þeim gjörningi, þú ert bara dýr og þú ert að bjarga þér. Við verðum dýr að bjarga okkur í óviðeigandi aðstæðum þegar að við erum með eitthvað innra með okkur sem við skiljum ekki sem er alltaf að koma upp. Það er heimilislaus reiði sem getur verið alveg rosalega tortímandi. Hin útgáfan af heimilislausu reiðinni er þetta, þessi passive-aggressive, alltaf einhver leiðinda komment, þú veist, verður alltaf að trillast í umferðinni eða verður alltaf trilltur yfir, þú veist, einhverju sem við höfum ekkert með að gera á í rauninni einhver stjórna, þú veist, að sitja á æpa sjónvarpið og þú veist, hérna, meiri fáiðarnir þessi þarna ógeðslega Gísli skiluru. Já, akkurat. Já, eitthvað að vera, þú veist, reið yfir því hvað Gísli Marteinn er glaður til dæmis og eitthvað svona, skiluru. Þú veist, það er bara eitthvað, ok, dude, hérna, þú veist, það er eitthvað að krauma þarna inni sem þú ert að finna út úr. Akkurat. Af því þetta er náttúrulega bara ekki gott og þetta er hérna krabbameinsvaldandi reiðin, skiluru. Þetta er hérna að hjarta á æðasjúkdóma reiðin. Þú veist, það er bara betra að vinna úr þessu og byrja bara að reiki í staðinn. Það er allavega skemmtilegra. Það er skemmtilegra. Já, einmitt. En hún er samt, sko, passívareiðin, hún er meira kalkulerið. Framheilin er online. Þetta er eins og svona, þú veist, þú ert ekki alveg, þú ert með framheilan, hann er online. Sko ég held, já, akkurat, mér finnst þetta svolítið spennandi, ég hef ekki pælt kannski alveg svona í þessu, en ég held samt sko, þegar að eitthvað svona, ég er svo léleg að búa til svona passive-aggressive, dæmi. Getur búið til svona passive-aggressive dæmi eitthvað. Það sem þú segir eitthvað svona við mig sem að hljómar næsin er ókslega í vúl. Það myndi segja, já, því ég horf á skóna hérna og þú setur svona, þá er alls svo sérst fótalaus. Ég veit ekki hvort þú náður þessu. Jú, mér stóðslega svona, en það getur verið húmor. En það gæti einhver, það gæti einhver bara. Ég er náttúrulega oft höft til þess að finnast þetta að vera sárt. Nei, þú veist, þú ert ekki með fætutur á jörðinni. Þú veist,
þetta getur. Já, akkurat, já. Ég veit ekki, þetta er kannski lildæmi. Nei, ok, nei, ég er rosa lélega búið til svona dæmi. Ok, allavega hana. Spólum aðeins, ég held sko að þegar að við segjum eitthvað svona óbeinu að. Já, þegar við segjum eitthvað svona. Sem á eitthvað neginn að komast inn. Já, að þá eru við, ég held að við séum ekki óbúslega meðvituð hvað það er sem við erum að segja. Þú veist, ég held að við séum einhvern veginn oft ekki sko meðvituð brottin í því sem við erum að segja. Við segjum eitthvað og okkur finnst við vera einhvern veginn að bara benda á eitthvað eða hjálpa eða eitthvað skiluru og þú veist, það er ekki svona nú þarf ég að sita hérna nota reiðina mín til að segja hérna skýrt að mér finnst algjörlega óþægilegt að óþólandi að hann hérna maðurinn minn setur aldrei mjólkina í nýskápinn þegar hann er búin að nota hana, eða eitthvað skiluru og að því að og þá er eitthvað í mér sem meikar ekki þú veist þetta því þú er ekki einhver svona konfrontasjón og eitthvað inn í mér heldur að hann verði bara finnst ég vera geðveika og leðilega öskra með eitthvað skiluru eitthvað svona neikvæða vænting og þá segi ég það í staðin einhvern veginn svona leiðilega við kannski einhvern annan eitthvað svona, segi það við krakkana pabbi ykkar eitthvað pabbi ykkar, þessin er alltaf súr mjólk hann náttúrulega bara þú er að ræða það við pappaðinn eitthvað það er bara alltaf súrmjólk bara eitthvað, skilurðu og það er svona ég veit ekki, þetta er eitthvað svona ókslega lúaleg leið til þess að segja eitthvað á hans að segja það og ég veit ekki, ég er rosa erfitt með að trúa mér að fólk beiti þessu markvist skilur eða sé meðvitað sko, við erum náttúrulega flest bara rosa ómeðvituð það sem við erum að upplifa og gera og segja þú veist, eiginlega bara flestir og þar með talið við tvær hérna þó við séum náttúrulega þú veist, dundur skiluru þá eru við yfirleitt í bara að þú veist, upplifa og bregðast við erum bara eitthvað, þú segir eitthvað og ég bara eitthvað bam, bregst við skiluru og við erum ekki droslega góð í að standa líka einnig fyrir utan einhver svona metamómenti og vera bara eitthvað þegar Imma sagði þetta með mjólkina skiluru, þá fann ég bara svona stingur mér ógeðslega sárt og ég finn alveg að þú veist, bara ördsið mitt hérna í þessu mómenti, það er að stinga tilbaka en ég átta mig á því að það er ekki gagnlegt endilega fyrir mig hvað er það sem ég þarf í þessar tilfinningu, hvað tilfinning kom já, það var hérna með sárnaði ok, Imma er vinkona mín mér langar ekki að meiða hann og mér langar heldur ekki hún meiði mig ok, þú er ég að segja það skilur, þú getur ekki gert þetta ef þú ert ekki meðvituð þú getur ekki gert þetta ef þú ert ekki bara eitthvað hei, vá, nú líður mér svona spennandi, af hverju líður mér svona skilur, já þannig að mér finnst það vera kannski bara svona þú veist það mikilvægasta en þú getur hringt daginn eftir og sagt bara, heyrðu það þetta með mjólkina oft gerist það ekki í mómentinu oft í mómentinu förum við bara eitthvað það var svo sárt og ég fer ekki í pílu þetta fer ég í þögn til dæmis og svo kannski kvöld er ég bara eitthvað hvað það var skrítið þannig í dag það sem gerðist ég bara misti alveg tengingun alltaf við Immu og mér leið bara ógeðslega illa og ég fer að skoða þetta og þá ger ég þetta já, þegar hún sagði þetta þarna þá bara eitthvað beint í hjartað, ógeðslega sárt ok, þá get ég hringt þig og sagt bara Imma ég þarf að tala við þig bara, minnst ógeðslega leðilegt hvað ég varð alltaf innu þögul og fúl og fóratna en bara ég var reyna að segja þér að þú veist, þegar þú sagðir þetta með mjólkina bara það var rosa sárt þú minnti mig og þú veist, ég þarf á því að vera, þú veist, bara eiga vini sem að segja ekki svona anstakkilega hluti við mig og þá er ég búin að gefa þér tækifæri til að, skilurðu segðu bara að ég var eitthvað já, bara eitthvað, wow, sorry, skilurðu ég ætlaði ekki að gera þetta bara var komst leðild að heyra þetta myndið en þú þyrftir að treysta mig svo mikið þá þyrfti ég að treysta þér ég þyrfti að vera með þá vænting og þú getið tekið á móti þessu en ég myndi segja bara, hvað talum bara ég þú veist, eða bara eitthvað þú veist, eitthvað bara vakátt skrítin
þú veist, bara eitthvað, hvað meinaru? Þú veist, hérna, Ég og svo fara bara að segir gráta. aftur Ég það sem fara þú að sagði við gráta. mig að þú fer að gráta. Já, akkurat. Það er alltaf bara flókið, Já, mjög. rosa flókið að eiga Mjög. í innilegum tengslum. Já, Það er mjög flókið, við erum mjög hrætt við það. já, En hérna, en þú veist, þetta er svo mikið lykill. Þessi meðvitund er svona lykill. Já, Bara já. að vita, hér er ég með tilfinningu og ég veit af hverju ég er með henn og ég veit hvað tilfinninga þetta er. Ég veit hvað tilfinningin er að, þú veist, sitta í gang innra með mér. Ég veit jáfnvel af hverju hún er að gera það. Það er að því að, þú veist, ég eitthvað blaskiluru, hérna. En nú að því ég er fullorðin og ég er að nota framheilan á mér til þess að vera með í þessar tilfinningulega upplifun hérna, þá ætla ég núna að velja viðbröðu mín og ég ætla að velja að segja bara, setja heyrðu, mörk. hérna, þetta gengur eiginlega ekki fyrir mig, nú ætla ég bara að drefa mig, skilurðu, Eða þú veist. Já, bara þetta er að Já, særa mig. eða bara, ég get eiginlega ekki verið lengur hérna í þessu, bara ég hringi því í kvöld, bæ, skilurðu, af því ég þarf að passa mig. Já, Það er einmitt, hlutverki okkar, við erum einmitt. fullorðin, það er enginn að passa okkur nema við sjálf, Einmitt, enginn. einmitt. Skilur og það veit enginn hvað er að gerast inn í okkur nema við sjálf. En Guð líka bara Enginn. Já, akkurat. En þú veist, Já, ég veit hvað ég er alveg með. inngripið er okkar. Þetta er ógeðslega skilurðu. flott. Já. Þetta er ógeðslega flott. Já, Og þú vinnur náttúrulega hjá heimilsfriði. En þú Já. veist, þetta er bara, nefnilega. friðurinn, sko. Þetta er bara friðurinn. Við verðum bara að þekkja okkur, skilja okkur, taka ábyrgð á okkur, tilfinningunum okkar, vita hvað er þurfa og vilja og passa þau sjálf. Það er ekki annar að fara að hjálpa okkur að verða aldrei reið eða hvað. Einmitt. En af hverju finnst maður svona vondur ef maður er með mikla reiði tilfinningar? Hvað, þú veist, Sko, eitt er Þetta- náttúrulega bara mítan um reiðina, skiluru. Eitt er Mhm. bara, við erum bara hugmyndum reiðina er einhver brjálæðingur sem er að spúa eldi og valda sársöka og það er bannað að meiða, skiluru, og það er bannað að meiða, það er bara bannað, skiluru. Og þetta er hugmyndin okkar um reiði, er þessi hugmynd. Þessi þarna sem að er stjórnlaus og brjálaður og hættulegur. Og það vill enginn vera sú típa. Og þegar að við finnum einhver svona pínu reiði inn í okkur og þá kemur strax bara, þú veist, bara ó nei, nú er ég komin hérna með þessa vondu tilfinningu. Ég þarf að gera allt í mínu valdi til þess að bara losna við hana sem fyrst, af því og að ég er vond af annars því er með ég þessa vond. tilfinningu. Já, annars er ég vond og ég er vond að því með þessa tilfinningu akkurat, eða það er eitthvað svona, ég er eitthvað svona vanstilt manneskja því að ég er alltaf að finna reiði í alls konar aðstæðum, skilurðu, sem getur alveg vel verið, skilurðu, að við séum pínu vanstilt og það er bara að stilla það, en það getur líka bara verið að við séum bara alltaf að upplifa eitthvað sem er náttúrulega heilbreygt, af því að það er einhverjum sem er bara hundleðlu við okkur og við megum bara alveg vera pínu reiði við því til að hjálpa okkur að passa okkur sjálf. En svo sko hin hliðin á reiðinni sem að mér finnst svolítið spennandi og það er sko, maður segir stundum að sko hin hliðin á reiðinni er skömm og þú veist, maður sér það oft í svona kombói, þú veist, það bara þegar að stjórnlausa reiðin færa leikalausum hala og reiðin alltaf bara tilfinning og alla tilfinningar eru bara ógisla boring hérna, atburður í taugakerfinu skilurðu, sem að Reiði er atburður í reið og bara alla tilfinningar er í rauninni bara, þú veist, það upplifa tilfinningu, það er bara eitthvað atburður að eiga sér staðin í taugakerfinu og hann bara á sér einhvers konar, það er eitthvað sem triggerar hann í gang, eitthvað fyrir utan því að inn í þér og hann rís, hann er hábúndi og svo feitar hann út og hann getur staðið yfir bara rosa stutt eða lengi, hann getur náð svaka háum toppi eða lágum toppi en hann feitar út, bara það gera það, alla tilfinningar gera það á endanum, þær feita út ef við bara sittum með þeim. Þannig að þú veist, bara þú springur í stjórnleysið, reiðin hérna, svaka píkar svaka mikið, oft fellur hún svo rosalega hratt og þá fer fólk oft inn í alveg ofbáðslega mikla skömm og þegar að fólk er svona þokkalegt í að finnast það ekki vera fullkomlega hræðilega manneskjur eða hinn manneskjan fullkomlega óörugg þá getur það slæta yfir að hafa bara samskupið sem ég gerði og laga það bara hvað, wow, þetta sem gerist þarna það er alltaf hrikalegt, ég verð að gera eitthvað í mínu málum, ég get ekki verið að gera þetta að því ég sé það meiðir þig ókslega mikið og ég vil ekki gera það fyrirgeðu okay. Eða hitt sem að gerist stundum er að við dettum í svona algjört vonleysi, ég er algjörlega ómöguleg, ég er hræðileg manneskja
þú veist, ég get aldrei einhvern veginn gert neitt rétt, ég get ekki lagað þetta, aumingja ég. Og þá erum við alveg búin að lokast inn í einhverju skömminni og hinn sem við vorum ógeðslega reið við, horfur á okkur og hugsa bara, henni er alveg sama þá hún hafi meitt mig. Einmitt. Hún bara pælir sjálfur sér. Það er ógeðslega sárt. Það er eiginlega næstuði sárara heldur en þetta sem gerist á undan. Já, einmitt. Af því það er svo skýrt og hægt að tala um það. Þetta er orðið ógeðslega óskýrt og furðulegt allt í einu. Þannig að þetta er oft svona eitthvað, þarna birtist skömmin oft í svona explósífri reiði, en svo maður er þarna á hinum endanum, þú veist, þess að við erum ekki að tala um reiði sem eitthvað svona vandamál fyrir aðra, skilurðu, að þá eru oft með að ég má ekki verða reið, þannig að þegar að eitthvað gerist sem að væri í rauninni eðlilegt að ég myndi reiðast yfir, að þá fer ég í staðinn í skömm. Og það þýðir að ég í rauninni, og mér er svolítið flott einhver af þessum tilfinningagúrúum sem að ég styð mig við, talar um sko, hvað gúrú? Ég held að sé einhver af hann Greenberg og Elliot, annar hvorið þeirra, einhver svona tveir góðlegir jólasveinar sem eru sérfræðingar í þessari svona tilfinningamiðu nálgun sem að Er það góðlegir jólasveinar? Það eru bara svona yndislega gamli kallar sem að vita rosa mikið um tilfinningar. Góðlega Þeir eru alveg dásamlegir, ég myndi ætliða mig bara, en talaði um sko skömm er reiði sem hefur verið snúið að sjálfinu. Skömm er reiði sem hefur verið snúið að sjálfinu? Já, og til þess að skilja aðstæðunar þar sem þetta skrýtna tvist verður til, að þá getur tekið þetta vatnsflöskudæmi áðan. Já. Nema hvað ég er bara 4 ára. Já. Skilurðu? Ég er 4 ára, ég rek mig í flöskuna því ég er 4 ára. Þú ert mamma eða pappi, þú trillist. Já, einmitt. Eða, þú veist, slærð mig. Eða eitthvað, skilurðu? Eða segir eitthvað, bara, þú ert nú meiri klaufin eða sóðinn með einhverjum svona tón eða eitthvað, skilurðu? Ok, að ég er 4 ára, þá ert þú guð og ég kann ekki að tilfinningar, þannig að þú ferð alltaf að skilgreina mig. Í þessum aðstæðum, þegar þú ert ógeðslega leiðileg við mig út af einhverju sem var óvart, þá væri rauninni eðlilegt að ég fengi bara að vera reið við þig á móti. Ég bara, hvað er að þér? Skilurðu, ég er bara manneskja. Ég er bara barn. Börn sulla, skilurðu. Maður má ekki tala svona við börnið sín. Það er ljótt, myndi mig. Bara, ég þarf að þú sett góð við mig, því þú ert mamma mín. Okay. Þetta gera börn náttúrulega ekki. Af því þau vit ekki, skilurðu, hvað má og hvað má ekki. Þú hefur allt skilgreiningavaldið. Þannig að það sem gerist þá er að barnið fyrir skömm. Og ég er alveg ómöguleg. Mamma er ógeðslega reið við mig, það þýðir að mamma elskar mig ekki akkurat núna, virði mitt er allt í orðið bara eitthvað 0, að því að ég sullaði. Ég er alltaf að sulla. Ég er svona virðislaus lítil manneskja sem að sullar alltaf og það vill mig enginn. Þannig ég fyrir rosa mikla skömm og ef að ég vil fá aftur þessa ástæðna, þá þarf ég núna að skrúa niður í alls konar hlutum að sjálfur í mér, sem er eitthvað hressa ég og skemmtilega ég og spondant ég, að því ég þarf að passa mig. Svo þetta gerist ég aftur. Að það er svo óbærilegt að finna alla þessu skömm og finna hvað ég er lítilsvirði. Og þegar þetta endurtekur sig, skilurðu, þá ferð þú þarna út í heiminn, fullorðinn, með einhverju svona upplifun af því að þegar að það er gert eitthvað á minn hlut, þá er það að því ég er svo ómöguleg og ég fer í skömm. Skilurðu? Og þá getur þú bara komið ógeðslega illa fram við mig og ég bara alltaf ógeðslega mikil skömm að ég hugsa bara, það lítur að vera því ég er glötuð. Og þarna finnst þetta rosa spennandi vinna að hjálpa fólki þarna komast út úr þessu. Já, þetta er svolítið svona hinn hliðin á peningnum að finna reiðina sína. Að vera bara eitthvað
ganga þessu oft rosalega erfiðu leið að komast á staðin þar sem að þú mátt einhvern veginn snúa þér að þessu ógeðslega leiðilega foreldri að það og bara, þú veist, gera það sem að hefði verið rétt og nota reiðina til þess þannig að þarna er reiðin bara sko stórkostlegt úrvinnslu og umbreytingar afl. Þetta er ógeðslega þetta er alveg svona þetta er svo þarft að við sem að ræða þetta í alvörunni. En mér finnst einhvern veginn svona að það er búið að ræða þú veist, það er búið að vera að ræða alls konar tilfinningar þú veist, en mér finnst þessi tilfinning hún er svona á botninum sko. Já. Hún fær ekki alveg hún er bara afgreidd svo auðvitað. Já. Og hún er afgreidd svo auðvitað því við hugsum alltaf hana bara í einhverju svona einu formi, vestaforminu sínu sko. Nákvæmlega. En hún er bara njútral, skilur ég, í eðli sínu, í rauninni. Það er bara hvað við gerum við hana sem að getur ýmist verið gott eða vont fyrir okkur eða aðra. Síðan líka, veist, reiðin er alveg inn í, þú veist, og því reiðin er sko þú veist eins og svona þú veist hvað segir maður, réttlætið þegar fólk verður mjög reitt út á óréttlæti þú veist, og kannski toppurinn á því er að fara í sprengjuvestið og labba hérna inn í Hagkaup og eða, þú veist, það er náttúrulega mjög góðu dassi af einhverjum ranghugmyndum og sturlun. Já, og óbúslega mikil svona reiði, held ég. Já. Og svo þegar fólk myrðir eitthvað í bræði. Já. Og eins og dýrin, þau drepa hvort annað og við drepum hvort annað og það er kannski bara svona þú veist svona þegar hún er hún bræði og tryllingur og hérna þá er hún hættuleg. Hún er bara hættuleg. Já. Stjórnlaus er hún hættuleg. Já. Og þá verður hún bræði kannski, þú veist, búin að vera eitthvað heift síðan reiði sem verður okkur bræði, ég veit ekki þú veist, hvernig enda manneskja með því að myrða eitthvað, en þú veist, við erum all færum það og þú veist, við erum all með innri morðingja, þú veist, sem er, þú veist, eitthvað hérna í kerfin okkar, skilur mig sem ef framhælinn er bara ekki online og hérna og bara, þú veist, það er bara að matla eitthvað og svo, þú veist, ertu bara búin að fara í sprengjuvesti og labba ykkur staðar einn? Já. Sko þú veist, þú ert alltaf að verja eitthvað. Eða myrði eitthvað. Já, þú ert alltaf að verja eitthvað. Skilur, það er alltaf eitthvað sem þú ert að verja. Þú veist, og ég hugsa bara, ég meina á meðan við vitum ekkert hvað er þarna niður í afengdölunni, meðan við vitum ekkert hvað er þarna niður í kjallaranum á heilanum á okkur, þá eru við alltaf potensiali hættuleg, skilurðu, að því að viðbröðin okkar, þú veist, tilfinningaviðbröðin okkar sem triggerast, þegar við förum í bara eitthvað svona reflex, dettum út úr framheilanum, þá eru öll okkar prinsip og hugmyndir hvað er rétt og rangt og eitthvað bara glimtuð, skilurðu. Nákvæmlega. Við erum bara, þá erum við bara dýrið og ef að það sem við erum að gera byggir á líka einhverju gömlu drasli sem við erum að draga með okkur og skiljum ekki að það er partur af því okkur þessi tilfinningu svona sterk og eitthvað. Það getur náttúrulega bara gert rosalega, hrikalega hluti. Ég held, fyrir ekki að, en þú veist, ég held að það sé svo hættulegt að einmitt vita ekki að við erum með dýraheila og við erum öll færum að drepa og við erum, þú veist, einhvern veginn og það er mjög óleiklegt en þú veist, en það geta þú veist en ég meina ef við vitum ekki hvernig undirstúkan eða þú veist þetta kerfi er í okkur
við veitum ekki hvað þarna. Þess vegna þetta svo mikilvægt, þetta bara með að vera einhvern veginn í þessari bara, ég sé mig á meðan ég að vera ég skynja mig á meðan ég að skynja umhverju mitt, ég get sett orða á það, ég veit hvað að gerast, það hjálpar okkur að halda framheilanum með til þess að koma í veg fyrir að þetta sem þarna, sem að við náttúrulega náum aldrei fyllilega, þú veist, utanum, sem að hvað við förum í marga sálfræðitíma og flipptíma og eitthvað skiluru, þú veist, bara, við náum aldrei utanum þetta. Þetta bufferinn, skiluru. Þetta bara hvað ég með, alltaf. Þú veist, ég með mér að meðan ég eitthvað að upplifa og bregðast við. En þú veist, það geta allir, held ég, sé fyrir sér svona aðstæður. Ég meina, ég get alveg, þú veist, bara, þú veist, ég meina nú ég börn, skiluru, þegar börnum mín voru lítil, ég hefði alveg getað drepið einhvern ef ég þurfti að verja börnum mín. Skiluru, ég hef bara pottið gert það. Ég samt algjörlega á móti því að sé verið að drepa fólk, skiluru. Mér finnst það hræðilegt. Skilurðu, en það bara eitthvað svona præmal sem kemur og bara eitthvað, þú veist, ef þú ætlar að meða barnið mitt þá bara myrði ég þig ef ég þarf, ef það það sem þarf til að stoppa það, skilurðu. En það segir kannski ríka. Nei, hvert að fara með þetta? Nei, mér finnst það bara mjög gott, mér finnst þetta topic sem þarf að ræða. Já. Þú veist, þetta var rætt í sálgæslunni. Það var bara, hverju geta drepið þetta inni? Og það var allir bara, já. Þú veist, helmingurinn á bekknum einhverju prestar og þú veist, það var bara ekkert bullshit, sko. Nei. Það var bara ekki halda, þú veist, við erum ekkert yfir neitt hafin einhvern veginn. Já, og líka þetta góðmanneskja og vondmanneskja. Já. Þú veist, þetta svo mikið þarna. Já, en það bara svo mikið börn. Það alveg eins og vera bara góða tilfinningar og vonda tilfinningar. Og þarna góða fólki sem er, þú veist, af því að já, hvað að stýra þessu? Já, en þú veist, þetta náttúrulega bara ekki svona einfalt, þú veist, þetta ekki svona, þú veist, en svona heimur, það bara vondmannskja, góðmannskja, þetta bara allt. Já, náttúrulega bara þessi skautunin sem við erum alltaf að tala þú veist, við elskum að setja allt upp í eitthvað svona svart-hvítt, hægri vinstri, gott vond, kall-kona, eitthvað, bla bla, skiluru, þú veist, við elskum það. En það bara svo fáránlega einföldun og mikil smættun á veruleika okkar að halda hlutinni síðan þannig og þeir bara eru það ekki, þú veist, ég meina þetta alveg svona ákveðnir hluti sem við getum alveg verið sammálum, skilur bara það má ekki meða, skilur til dæmis, skilur eitthvað svona, en þú veist já, ég veit ekki, það bara flókið að vera manneskja og ófyrirsjáanlegt og það eru svo ofboðslega margir faktorar sem að spila inn í allt sem að gerast einhvern veginn og ég veit það ekki, það er svona kannski þú veist eins og ég sagði áðan skiluru, bara eftir því sem að maður einhvern veginn kafa meira onni þetta, þá verður í rauninni erfiðar að taka einhver svona afstöðu skiluru, að því að maður alltaf bara já ok, þú veist ég skil alveg hvað að gerast þarna hinum megin skilur ég get alveg sagt að þetta þarna ekki í lagi og þetta ekki í lagi en ég get ekki sagt þessir eru vondir og þessir eru góðir og þessir þú veist þólandinn og þessir gerandinn skilur maður þarf alveg stundum að gera það ekki setja einhver svona skýra línu en við erum bara bæði og þú veist í þeirri umræðu líka bara við erum öll bæði þólendur og gerendur og þessu umræðu heilbrigði og einhvern veginn það líka finnst mér bara já, hvað sé heilbrigt, óheilbrigt þú veist, það var alltaf sagt, ég hef sagt það áður það var sagt heilbrið sál í heilbriðum líka hvaða bullshit þetta? Mér hraustum líka með þeim já, allir sem eru þú veist, fatlaðir þú veist, laskaðir veikir, hvað er sálin þú veist, þetta bara allt þetta tal, finnst mér svo varhugavert og komið veg fyrir að við fáum að vera við sjálf og blómstra þú veist en akkurat já, mér finnst það svona en ég skil samt einmitt að og ég svo sammála þetta svo rosalega flókið og síðan líka þessi andlegi veruleiki þú veist, það þroski mannsins það samspil þátta, það
það þú veist, kannski æðri veruleiki, þú veist, ef þú fer að taka allt inn í myndina, hvernig ætlar að geta dæmt svona hart, þú veist. En ég samt, sko, það sem gerir mig ógeðslega reiða er ekki jafnt. Já. Allir að, þú veist, kannski vinna í hóp, allir sé að leggja jafnt til, þú veist, það sé ekki svona jafnt. Já. Það gerir mig, það getur gert mig svo reiða. Já. Og ég er svo miklu reiðari núna, þú veist, ég er svo miklu tengdari reiðinni minni núna heldur en sko, þetta er svo, þú veist, ég horfa á þetta og ég get hort á svona, þú veist, þetta kemur upp og verður bara svona, ok, þú veist, tala af einhverja þætti sjálf um mig sem bara svona, ok, þú veist. Og þá er maður líka í þessari narró sín, þú veist, allt er að vera jafnt. Hvað veit ég hvað þessi manneski mun leggja til seinna eða hefur lagt til áður eða, þú veist, þetta er bara inn í einhverjum aðstæðum þess að hlutin þurfa að vera jafnir og jafnt skipt og bara, þú veist, akkurat. Ef maður víkkar, þú veist, ef maður fer í örnin og sér, þú veist, stærra bara ok og þá getur maður að fara í lífslaup manneskjunnar og hvað og ég er að leggja eitthvað til hér og hér hef ég verið og þegið óslega mikið og ekki lagt neitt til og þú veist, allt þetta. Já. Það þessi já, það er framheilin. Þú veist, örnin er bara framheilin. Hann sé bara stóra mynd, hann er bara wow, ok, já, þetta er svona, hann bara lítur yfir, þú veist, aldirnar bara og þú veist, hann getur farið, þú veist, svo vítt. Hann er bara að skoða þegar vorum apar og svo voru þessu, þú veist, veistu hvað ég meina? Já. Svo hugsa maður samt, sko, þú veist, ég veit ekki, við erum náttúrulega bara eitthvað svona, ég held að við þurfum að geta bæði, sko, eða þú veist, þetta er svolítið svona eins og geta bæði verið, þú veist, eins og ég var að segja hann bara eitthvað bæði verið að skynja og að, þú veist, horfa hlutlust á að vera og skynja, skilurðu. Það er áhugaverður punkt. Já, að því að þú veist, bara ef að við værum öll bara í örnin eitthvað að horfa yfir sviðið, skilurðu, þá myndum við líka aldrei gera neitt. Nei. Af því að það er ekki reið og sorg sem er að knýja okkur áfram til þess að einhvern veginn að breyta hlutunum. Passa okkur og passa aðra og þú veist, einhvern veginn taka utan aðra og þannig að já, vera þá með reiðinni og horfa á stórmyndina. Þetta er ógeðslega góður punktur að vera svona, þú veist, þetta er kallað í sálgæslan er þetta kallað dual model recovering. Það er svo ert á tveim, það er svo ert að fara, en þá ert ekki á sama tíma, þú ert að fara á milli kerfa. Þú ert að fara á öskugrenja, svo ferðu þvær bílinn. Þú veist, svo ferðu þú veist, að barinn með vinunum og hlærð og svo ferðu heim og þú veist, bara eitthvað ferðu í gegnum alla myndirnar og grætur eða eitthvað, þú veist, þú ert að fara á milli kerfa, sko, og það hefur gagnast vel, þú veist, það er engin einleið til að gera þetta, en einmitt að vera á báðum svona, vera á báðum svæðum svona sama tíma. Já, þetta er þess að vera með svona viðbótar meðvitund. Þetta er að gerast. Já, ég hef enga skoðun á því, ég er ekki að breyta því, ég er bara að hjálpa mér að sjá það, til að horfa á mig, vera að upplifa þetta hérna. En mér finnst þessi reiði, svona, þessi réttlætis reiði í mér, að þetta er svona, þú veist, þetta er svona, ég hugsa bara svona, þetta er svona sprengivestið, sko. Já, réttlátt reiði er rosalega, sko, í rauninni, ég myndi sitta hana með hættulegu reiðinu, sko, réttláta reiði, þú veist, að því að á bakvið hana er einhver svona hugmyndum að þú sért líka einhver handhafi sannleikans. Einmitt. Og þetta er svona rætislega, sko. Já, og þá ertu bara, en þá ertu komin líka í þetta svartkvíta, þú veist, þarna skautunina. Þú veist bara eitthvað, þetta fólk hérna, eitthvað skilur þennan. Og þetta er svona, það bara er ekkit svoleiða skilur, þú veist, þannig að hún er hættuleg. Þar ertu einhvern veginn, hér hef ég einhvern veginn leyfi til þess að fara hérna með einhvern veginn eyðingar máta því allir hinir eru fávitar, skilur. Þetta er svona, ekki gaglegt, sko, þú veist, hættulegt. Er réttlátt reiði sama righteousness, eða, þú veist, það er svona einhvern veginn, þú veist, þetta er svona, já, maður er, að því að maður er á rosalega háum stalli, það er ógeðslega góður punktur. Og maður getur það er ekki rosa mikil auðmýkt í réttláttu reiðinni, sko. Nei, það er engin auðmýkt og það er bara eitthvað svona, auðmýktin sé nú dálítið svona
Einmitt. mikilvægt að reyna að hafa með sér. En ég hugsa það bara, Ingibjörg, ok, nú ertu í sprengjuvestinu. Já. Þú veist, ég er ekki að segja að, þú veist, ég bara skil þær týpur, þú veist. Já. En þú veist, ég held ef við erum komnar í eitthvað svona risa samhengi líka, þú veist, að þá er náttúrulega bara eins og með þessar, þú veist, þessi ævintýri og þú veist, þetta með Star Wars og Hringadróttinsögu og innra ferðalagið og eitthvað, þá held ég að sko í stóra samhenginu þá sé heimurinn líka bara, þú veist, það er svolítið að sami gangi, bara við sem eitthvað svona kollektíft eitthvað, erum eitthvað að reyna að finna út úr þessu og það er bara eitthvað orkar og þú veist, álfar og dvergar og eitthvað, mér langar að vera álfarnir, minnst þeir mest töff. Ekki mér, finnst þér það töff? Já, minnst þeir kekkja, ég ætla að vera tröllsa mikið að vera álfarnir. Mér langar að vera hún sem hún Kate Blanchett leikur. Já. Líka bara því dýrka Kate Blanchett. Já, ég ætla að vera tröllskissa. Ok, ekki, skulum vera vinnir. Ég kissa bara svona fallegan hest. En þú veist, það er þessi barátta góðs og ills, skilurðu, þú veist að það er þessi núningur og ég meina það, ég held að sé engin tilviljun, skilurðu, að það er bara búið að vera frá örufi alltaf núningur, skilurðu, það er ekki það því að við séum bara ekki búin að fatta að núningurinn er óþörfur. Við í okkar úrvinnslu ferðalagi sem mannkinn erum ekki komið ákvað, nú reyndur Öld Vaspirans náttúrulega að koma yfir okkur skils með, þannig að það kannski fyrir eitthvað skánandi, en þú veist, það er þessi núningur. Núningur er nánd líka. Já, sko, núningurinn er hreyfingin, held ég, sko. Sköpun. Og ég held, sko, þú veist, þó ég náttúrulega þetta bara að sjálfsögðu vildi óska þess að það væri bara meira einhvern veginn umburðarlyndi og kærleika í heiminum, að þá held ég að, sko, núningurinn er það sem að er, ég veit ekki, nú kannski er þetta alveg fárlegt, en næstu svona bara eitthvað svona forsenda lífs. Það er það. Að því að bara, og nú er ég kannski komin út af eitthvað svona út fyrir mitt sérfræðisvið, en þú veist, mér skilst það í svona í líffræði, eðlisfræði, eitthvað þarna. Þú veist, það er eitthvað svona skilgreiningar í gangi og einn er að, þú veist, að það sem skilgreinir eitthvað sem lifandi er að það er einhver hreyfing. Þú veist, og það sé bara, ok, ef það er engin hreyfing, þá er það bara dött. Og núningurinn er hreyfing, þú veist, það er þessi hreyfing, við erum alltaf eitthvað svona, fara aðeins lengur til vinstri og aðeins lengur til hægri og aftur til vinstri og aftur til hægri og þú veist, eitthvað fara þangað og nei, þá þurfa að fara tilbaka og ekki borða smjör og eitthvað, skilur, þú veist, í bara svona öllu samhengi, að þá erum við alltaf eitthvað svona að finnast eitthvað voða mikið og svo finnst eitthvað öðrum voða mikið og við erum eitthvað svona einhver hjörð sem er alltaf að fylgja eitthvað og fara í sundur og vera vinir og óvinir, að þetta er hreyfing, skilur, þetta er bara, þetta er það sem að knýr einhvern veginn áfram eitthvað og þú veist, þegar að við verðum hætt þessu, þá erum við líka, held ég út frá þarna, þú veist, þessari jógapælingunni með, þú veist, þessa úrvinnslu á, tengslum og tilfinningum og hana karmanu, skiluru, þú veist, sem er alltaf það sem við erum búin að vera í raunin að tala um í svona yfirferðri kategóriu. Þá er það bara, þú veist, endakallin og svo er þetta búið. Skiluru. Ég hef sko þá er það bara eitthvað nirvana og við þurfum ekki að vera eitthvað að pæli þessu lengur, skilur, þessu gervigreind og eitthvað bara, skilur, skiptir einhver máli, af því að þá erum við bara búið með prójektið. Nákvæmlega. Og það er sagt líka sko á Indlandi, og ég hef sagt áður og allt í lagi að segja aftur, að þegar vogarskálarnar eru komin í fullkomu jafnvægi, þá eru 3 dagar þangað og deyr. Nákvæmlega. Svo að þannig best að vera ekki að vinna of hratt úr öllum sem áföllum. Nei, og vera bara glöð með að vera með eitthvað. Leifa sér bara að vera svolítið mannlegur. Já, nákvæmlega. Við viljum að verða 100 ára allavega. Já, ég er 124 ára. Vá, ok, geggjað. Já. Þarna, og setja maður eftir. Heyrðu, hérna, þá hafði ég bara vittlust fyrir mér, en ég vona ekki. Sé mjög erfitt með þetta. Hérna, æðislegt að fá þig, Þórunn, rosalega gaman. Já, þetta búið að vera rosalega gaman. Þú ert hjá, hérna, já, gott að vera gaman. Þú ert hjá heimilisofbeldi. Já, heimilisfriði. Heimilisofbeldi. Heimilisfriði. Já. Hérna, meðal annars. Og þú ert að hjálpa fólki að díla við reiði sem það bælt, reiði sem
ómikil, eða ekki ómikil, en bara svona stjórnlaus, eða svona, já, svona óhamin. Já, reiði kemur mikið við sögu, sko, en hún er ekki eina. Við erum náttúrulega bara kannski að hjálpa fólki að díla við að vera með tilfinningar. Akkurat, mér finnst það svo ógeðslega flott. Já. Og reiðin mér svo fallegt líka eins og í sorginni, þá kemur reiði svo mikið upp líka, það er svo, og bara við alls konar, við áföll, ég ætla ekki að fara að segja eitthvað, já, reiði kemur upp, en þarna, já, ég bara segja, ok, reiðin góð, segirðu það? Nei, reiðin bara hlutlaus, Ingibjörg. Reiðin hlutlaus? Reiðin bara hlutlaus eins og í rauninni allar tilfinningar. Já. Það sem að við gerum við hana getur verið annarkvort gott eða vont fyrir okkur eða aðra. En reiðin sjálf bara eðlileg tilfinning og þær ekkert eitthvað, við flokkum ekkert eitthvað í góðar og vondar tilfinningar. Nei, auðvitað ekki. Og þú veist, eða jákvæðra en neikvæðra eitthvað. Já, hún bara hlutlaus, hún eðlileg, áninnar þá myndum við ekkert lifa neitt óbáslega lengi. En mér langaði bara að segja svona, þú veist, að reiðin góð, mér langaði svona þess að lyftin upp, sko, svona að gefa henni eitthvað plattform. Já, ég hef ekki sagt að hún ekki vond. Nei. Hún er ekki vond. Hún er ekki vond og hún er nauðsynleg og hún er það sem að hjálpar okkur að passa okkur sjálf og setja skýr mörk. Hún hjálpar okkur líka að vinna úr erfiðri reynslu og er nauðsynleg í rauninni til þess að hjálpa okkur að vinna úr erfiðri reynslu af því að það er hún sem að hjálpar okkur að passa okkur og setja skýr mörk fyrir okkur sjálf. Hún á sér óbúslega mörg andlit og það er í rauninni ekki fyrir hún er komin upp í stjórnlausu reiðina þar sem að við getum farið að setja eitthvað svona label á hana sem hættulega sem er stundu gott samt líka sem getur alveg verið gott þegar þú ert að bjarga lífið þínu en þegar við höldum að við sem að bjarga líf okkar í aðstæðum sem eru ekki hættulegar þá er hún vandamál Þar er það elsku vinir Grimma og Snar endilega eða þið eru inn á Spotify að gefa okkur 5 stjörnur það eru svona 3 punktar inn á Spotify efst já þið getið gefa okkur 4 eða 3 en helst 5 það eru svona 3 punktar og það er svona sjáu þið gefa einhvern það var æðislegt og svo erum við inn á YouTube líka eins og ég sagði áðan þar er þetta að gera svona thumbs up og vera áskrifandi þar er þetta að vera áskrifandi að Grimma og Snar á Spotify og YouTube og svo erum við í bílnum í útvarpinu og við erum út allt heyrðu, takk innilega bara takk fyrir mig takk fyrir að koma þetta er alveg mjög gaman æ, gott, mér finnst samt ekkert þetta er svolítið, þetta er hasardóttur og þetta er svolítið hasard topic þetta er hasard topic, það er rétt takk fyrir mig takk fyrir að koma sorry þetta var nú meira ég fættist rosa mikið já, frábært Hasar með Grimma og Snar Hasar með Grimma og Snar